Kæru vinir, ég óska ykkur öllum gleðilegs árs og bið ykkur Guðs friðar á þessum degi. Ég ætla hér að fá að lesa fyrir ykkur úr Jóhannesar Guðspjalli, en það einmitt Guðspjall nýársdags og hljóðar svo: Meðan hann var í Jerúsalem á páskaháttíðinni fóru margir að trúa á hann, því þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn, því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neinn bæri öðrum manni vitni, hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall í Jesú nafni, en sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það í hjarta sér. Amen. Já, það í textunum sem við fáum auðvitað ýmsan sannleikann, ljóðum og lögum eins og ég hef nú oft talað um. Og nú horfum við fram til nýs árs, 2021, og að sjálfsögðu eins og svo oft endra nær horfum við til nýjársins fulla bjartsýni og vonumst auðvitað til þess að nýja árið verði okkur gott. Nógu mikið hefur jú gengið á árið 2020. Ég var einmitt að ræða við peyjan minn, 9 ára gamlan, daginn og vorum svona aðeins að fara yfir það hvernig árið hefði verið, og ég spurði hann hvernig honum fyndist árið 2020 hafa verið. Og hann var fljótur að svara og sagði að það hefði verið ömurlegt. Þetta verið ömurlegt ár. Hann mætti ekki neitt og svo spurði hann í beinu framhaldi: verður lífið einhvern tímann aftur eins og það var? Og þetta var svolítið sláandi að heyra peyjan segja þetta, því að við reiknum auðvitað með því að lífið fari aftur í samt horf. Við fáum að faðmast og fáum að takast í hendur og eiga fleiri samverustundir með fólkinu okkar og samfélag við hvort annað. En hann sagði síðan jafnframt, svona í beinu framhaldi, að hann myndi ekkert eftir því hvernig þetta hefði verið áður en COVID byrjaði. Og það var eiginlega svolítið magnað að heyra hann segja þetta, og vakti mann auðvitað svolítið til umhugsunar að hversu erfitt lífið hefur verið fyrir marga þetta ár sem var að líða. Og nú horfum við auðvitað til framtíðar með von í hjarta að nýtt bóluefni veki upp gleði og væntingar og vonir með þjóðinni og heiminum öllum. Og það vonandi að við fáum að eiga góðar stundir á nýju ári með þeim sem okkur þykir vænst um. Og að því sögðu, þá langar mig til þess að þakka öllum, Vestmannaeyingum að sjálfsögðu, nær og fjær, ættingjum og vinum öllum, fyrir þetta ár 2020 sem loksins á enda runnið, og ég óska ykkur gleði og Guðs blessunar á nýju ári. Jesús Kristur lífsins ljós, lífsins